Herðu, það komið að föstu lið, við ætlum að ræða Trump. Við höfum rætt áhrif hans á efnahagslíf í heiminum, öryggismál í Evrópu, okkar stefnu sem virt í endurskoðun. En núna ætlum við kannski að byrja á áhrif svona stefnu Trumps og það sem að menn að lesa í það, hvert hún getur leitt á alþjóðastofnanir og svona það kerfi sem að var byggt upp á tilstöðlan Bandaríkjamanna á eftirstríðsárunum og hefur svona haldið utan samskipti á alþjóðavettvangi, en allir eru kannski saman að hafi ekki virkað neitt sérstaklega vel, en við verðum kannski svolítið slegnir yfir því ef þetta kerfi bara hrynur fyrir framar augunum okkur. Og hingað komin Helen Ólafsdóttir, öryggisráðgjafi, sem hefur fastagestur hér á samstöðinu, oft í gegnum Zoom, en nú ertu á landinu. Já, ég kom inn að sérstaklega tíðin til að tala Trump. Herðu, hætt á því að ríkisstjórn Trump umbreytti svona Sameinuðu þjóðunum og stofnunum þar í kring. Við vitum að þetta hefur verið keyrt áfram mikið til að fjármagni frá Bandaríkjunum. Það eru ekki kannski meir en helmingurinn, en það svo mikið að ef að Bandaríkjamenn draga sér hendina þá verður þetta kerfi líklega óþægilegt. Er við að horfa upp á eitthvað slíka breytingar? Já, ég held ég dragi ekkert undan ef ég upplifun margra hjá Sameinuðu þjóðanna, starfsmönnum Sameinuðu þjóðanna, það ríkir bara ákveðið panikk vegna þess að 40% af mannúðaraðstoð frá Bandaríkjunum, kemur frá Bandaríkjunum, þar sem þeir fjármagna það. Og það eru ýmsar stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna, undirstofnanir, sem að reiða sig svaklega mikið á fjármagn frá Bandaríkjunum. Og það líka eitt sem stofnanir sem ég hef verið að vinna fyrir, sem þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna. Bara svona til að gefa ykkur dæmi, það ákveðin strúktúr og það ákveðin svona peningur sem kemur inn sem fasti frá höfuðstöðunum. Og þessi fasti, hann kemur í gegnum fjármögnun frá ríkjunum sem bara tekið frá ríkjunum, og svo þessi bara deilt á milli þessara stofnana sem uppi staðan í þeirra strúktúr, og þá erum við að tala overheads, þú veist, hvað kostar að reka stofnunina. Og þessir peningar í öllum þessum stofnunum eiga eftir að fara greiðlega mikið niður. Þannig að allar þessar stofnanir þurfa núna að fara að endurskoða sinn strúktúr og skera niður mjög víða í æðstu stöðunum sérstaklega. Nú ætlum ég að segja að í rauninni þá Sameinuðu þjóðirnar hafa og standa fram fyrir því að það verða að vera umbætur í Sameinuðu þjóðunum. Og þá ég bæði að tala höfuðstöðarnar sem að reka þessi friðargæsluliða út allan heim og svo líka í undirstofnunum. Vegna þess að Trump, þetta sjokk-effekt eins og þeir kallað þarna vestra, að gera þetta svona svakalega snöggt, það hefur náttúrulega mjög slæmar afleiðingar, vegna þess að til dæmis ein undirstofnun Sameinuðu þjóðanna var bara að segja upp 6.000 manns og einu bretti á einni viku, við erum að tala lífsviðurværi fólks og við erum ekki bara að tala einhverjar svona internationals, við erum að tala fólk sem vinnur kannski í, Burundi eða vinnur í Kambódíu, þannig að það alveg óbáslega mikið af fólki sem að missa vinnuna sína út af þessum niðurskurði. Og bara varðandi mannúðaraðstoðina að 40% fjármagnaða Bandaríkjunum, þannig að það geti ímyndað eitthvað paniki þegar það bara allt í einu sett það allt frist. Þannig að teymin núna í höfuðstöðunum eru bara hreinlega að semja nánast hvert einasta verkefni til þess að reyna að fá Bandaríkin til þess að samþykja þessi verkefni, til dæmis eins og ebóluverkefni og annað, það sem verið að koma í veg fyrir eitthvað svona, útbreiðslu og sjúkdómum og annað, hungursneyðir. Það bara verið að díla og víla þessi verkefni og reyna að þrýsta þeim í gegn. Þannig að, en bara strúktúrin, nú ég búin að vinna hjá Sameinuðu þjóðunum það orðið 18 ár og þetta óbáslega þungt og viðamikið náttúrulega, en þetta kerfi, við í rauninni höfum ekkert annað, þannig að það sem að gerast núna að við erum að fara úr einni veröld eins og við erum með þessar alþjóðastofnunir og við vitum bara ekki eiginlega hvernig framtíðin lítur út. Það ómögulegt að segja. Ein vinkona mín sem innsti koppur í búri hjá þeirri stofnun sem sér að samhæfa alla mannúðaraðstoð. Hún sagði mér að í rauninni þar innanbúðar væri fólk bara ekki hissa á því þó að þessi stofnun yrði jafnvel ekki til eftir 2 ár. Þessi samhæfingastofnun.
Þannig að það ríkir ákveðið panikk. En ég vil bara segja eitt sko, að það samt þannig að heimurinn, það eru 60 átök í heiminum núna, stríð. Og það hefur ekki verið svona mikið síðan sko seinni heimsstyrjöld og það sko búið að sko þeir sem bara, ef við tölum hérna, það eru 2 milljarðar manna sem búa núna á átakasvæðum. 400 milljónir barna. Þannig að, þú veist, það eitthvað sem að gefa sig líka. Þú veist, þetta kerfi sem við vorum með og bara starfsfólk Sameinuðu þjóðanna og all mannúðar samtök í mannúðar aðstoð og svona, heimurinn bara gjörbreyttur. Og þannig að við verðum að, þetta nýr veruleiki. En nú eru margir sammála það að sko Sameinuðu þjóðirnar hafi verið veikar og hafi verið veiktar og ég meina við þekkjum það bara að það ekki hægt að koma í gegnum öryggisráðið neinum marktækum aðgerðum til þess að stöðva þjóðarmorðs sem að mögðu nú ætla að væri forgangsverkefni á Sameinuðu þjóðunum. Gagnrýni frá Trump og fólki í kringum hann það að þetta gerir ekkert gagn. Þessi 6.000 manns sem voru reknir núna, að þetta fólk ekkert að gera gagn. Það ekki að stoppa átök, það aldrei meira átök í heiminum. Hverju myndir svara þessu að svona farið hefur fyrir betra tóni sem að hjá Trump og svo sem víðar sko? Sko, ég ein af þeim sem að hef sko og mjög margir sem að krítisera Sameinuðu þjóðirnar vegna þess að það náttúrulega ekki tækt að það sé sko einhver kúltúr og þetta öryggisráð sem byggir á heimsmynd sem 60 til 80 ára gömul og þessu þarf að breyta. Þetta neitunarvald, það gengur ekki upp í multipólar heimi. Þannig að, en sko ég hef upplifað sjálf það sem ég hef verið til dæmis í Darfur og þar var verið að loka, þetta Darfur í Súdan, og þar var verið að loka friðargæsluliði. Þetta hefði kostað 2 milljarðar bandaríkjadala á ári að reka þetta og komið niður í einhverja 500 milljónir bandaríkjadala á ári og búið virkilega að reyna að spara peningin. Og það var einmitt öryggisráðið sem að vildi meina það, ok, við þurfum að loka þessu vegna þess að við bara sjáum það að Súdan bara frekar stabílt, Bashir forseti, fyrrverandi forseti, hann bara svona orðið nokkuð vikunlegur, við getum farið að svona, við þetta eitthvað til að vinna með, við getum bara lokað þessu. Ég var líka á Haítí, þar sem að var ákveðið að loka Sameinuðu þjóðunum þar, friðargæsluliðinu þar. Það var ekki sjálfu sér mjög dýrt operasjón, en það sem að á báðum stöðum þá horfum maður upp á að sko þessu var lokað á snemma og það voru engar í rauninni á bakvið þessar lokanir var eingöngu eitt megin atriði var að spara pening. Og í báðum atvikum þá hafa þessi lönd algjörlega farið á hliðina. Þannig að sko þar sem að friðargæsluliðarnir oft frekar ódýr leið til þess að frysta átök þar sem ekki komin pólitísk samstæða einhverja lausnir. Og tilgangurinn kannski ekki sá að gera ástandi betra, heldur bara forða því að það verði ennþá vera. Akkurat. Og ástandi núna í Súdan svo hræðilegt og svo skelfilegt og sérstaklega hann í kringum Darfur að það bara, það þyngra en tárum taki og saman með Haítí að horfa upp á hvernig Haítí, ég margheimsótti Haítí áður en að þessi átök brutust út og við vissum, ég sat þarna sjálf á fundi þar sem að var svona planning, þú veist, verið að plana lokunna og mörg á okkur hugsuðu, það ekki forsendurnar réttar hérna í þessu landi til þess að loka þessu. Við erum ekki með, það allt of mikið spilling. Það eru hérna gengi sem hafa allt og mikið lítök og við sáum mörg fram á það að þetta myndi bara örugglega ekki ganga upp en þú veist, svo bara fór þetta á hinn versta veg og nú aftur komnir einhverju friðargæsluliðar en þetta þurfti ekki að fara svona þannig að oft þegar við tölum það sko að þú veist, Sameinuðu þjóðirnar, þetta ekki að virka okkur svona það bara ekki rétt. En ég vil samt segja að eitt eru þessi friðargæsluliðar vegna þess að það má alveg endurskoða hvernig það gert. Þú veist, ég hef hafði það fyrir vinnu að fara á milli þessara ríkja og skoða, fara ofan í saumana á friðargæslunum
skoða hvernig var peningunum eytt, hver voru áhrifin og það var mjög athyglisvert að sjá þetta í ólíkum löndum eins og til dæmis Suður-Súdan. Í Suður-Súdan að þá voru það Sameinuðu þjóðirnar sem björguðu hreinlega fleiri þúsund manns frá þjóðamorði vegna þess að þau opnuðu sem sagt opnuðu bara fyrir fólki inn á kampana og hleyptuðu bara inn til þess að bjarga þeim frá þjóðamorði. Þetta voru átök milli tveggja hópa. Og en hitt er hana mál að það svo margt sem á sama tíma sem á laga og kostnaðurinn oft við þetta og þú veist, en það bara ekkert annað sem við höfum í alþjóðakerfinu. Það ekki pólitísk samstaða á alþjóðavísu til að laga Sameinuðu þjóðirnar? Nei, það nefnilega máli vegna þess að það vil náttúrulega engan gefa eftir þetta neitunarvald. Það segir sér sjálft. En það líka náttúrulega þetta stríð í Úkraínu hefur í rauninni gert öryggisráðið algjörlega valdalaust. Það að segja að það lamað af því að þeir beita bara neitunarveldinu á hvern annan til þess að ná fram einhverjum pólitískum markmiðum eða bara out of badness. En en eftir stendur engu að síður að við erum ekki með neitt annað þannig að við erum að hlaupa staðinn í breyttan heim án þess að vita raunverulega hvað tekur við og það enginn sem farin að horfa fram á það að BRICS-löndin sé eitthvað að fara að pikka upp það sem Bandaríkin ætla ekki að borga. Af því að það allt önnur, til dæmis Kína bara með allt aðra nálgun. En það mætti spyrja, af hverju ættu þau að endurreisa kerfi sem Bandaríkjamenn byggðu upp þegar Bandaríkjamenn vilja það ekki? Já. Það ekkert gefið að BRICS, þetta kerfi sem henti hagsmunum BRICS-ríkjana? Nei, ég kannski þá aðlega vísa í mannúðaraðstöðuna. En svo þetta komplexara vegna þess að þú horfir á friðargæsluna að það mjög mörg ríki sem taka þátt í friðargæslu og það til dæmis lönd eins og Eþíópía, eins og Kenía, fleiri lönd sem að í rauninni ég er ekki að segja þau græða á þessu en margt í þeirra hagkerfi reiðir sig á það að þeir eru sem sagt að láta eftir hermenn og hergögn inn í þessa friðargæsluliða. Þannig að þetta mjög komplexara verkefni. Og þannig að þú veist, það ekki þannig að við höfum verið með kínverska friðargæsluleiða alveg hreint inn í Suður-Súdan en punkturinn að nálgunin þeirra kannski svolítið öðruvísi. Það sem ég veist nefnilega svo merkilt og hafandi verið svona eins og ég segi í þessu dálítið mörg ár að þessir eins og það kallað traditional donors og hvað þýðir það? Þetta rosalega mikil nálgun svona úr norðrinu. Við erum þá að tala þessi hefðbundlönd eins og Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Evrópusambandið og svona bara vestræn ríki. Þú veist, Svíþjóð setur alltaf peninga í women's empowerment og Danir. Þetta eru þau ríki sem eru helst aflögufær. Já, þetta eru ríki sem eru helst aflögufær og þau hafa verið að taka þátt í þessum verkefnum og þetta hafa alltaf verið þessi ríki sem við förum til þess að reyna að fá peningin í einhver þróunarverkefni. Nú eru þessi ríki út af til dæmis stríðinu í Úkraínu og bara breyttum heima fyrir að þessi ríki eru að draga úr mörg hver peningum til þróunaraðstoðar. Og vandamálið að það ákveðið fyrirhyggjuleysi þegar við drögum úr fjármagni til þessara þróunaraðstoðar. Vegna þess að Evrópa, við sjáum fram á það eins og ég segi, ég nefndi þarna 60 átök og stríð í heiminum. Þú veist, það sem að gerast er það að Evrópa einhvern veginn svona farin að tala að loka sig meira af vegna þess að hafa áhyggjur af öllum þessum flóttamönnum eða fólkinu að koma frá Afríku sem að vantar vinnu og þannig að það sem að gerist það ef við fyrir að draga úr peningum til þróunarsamvinnu og að hjálpa þessum ríkjum að komast til dæmis bara þetta með loftslagsvána. Hugsa að við ríkin í norðinu höfum staðið að því að menga heiminn og það var nú bara á COP núna síðasta fundinum, þar var verið rosalega, Vesturlönd eru mjög, vilja ekki borga eins og þeim ber skylda. Þeir þyrftu að setja einhverja triljónir bandaríkjadollara í þetta ef þetta ætti að vera sanngjarnt. En vandamál það að Vesturlönd að draga úr þróunaraðstoð. Hvað gerir það? Það verður bara til þess að heimurinn, við sjáum bara miklu minni ójöfnuð og það líka bara milli ríkja, milli norðursins og suðursins, akkurat, og þetta fyrirhyggjuleysi. En við skulum átta okkur því að hjálparaðstoð og þróunarsamvinna, það er margt sem þarf að breyta þar. Vegna þess að það er margt í þróunarsamvinnunni og þessna fer ég aftur að tala þessa traditional donors í norðrinu, að það eru oft verið ákveðið svona, já, við gefum ykkur þennan pening og svo einhver skilyrði.
skilyrði alls konar hluti sem og eða þá að það eru norðri sem ákveður, ég ætla frekar að setja í þetta verkefni vegna þess að þetta samræmist mínum pólitísku eða okkar landi, en þetta ekki endilega það sem landunum alltaf vantar. Kannski vantar en bara meiri infrastruktúr, skilur við. Oft það líka tengt bara fjárhagslegum hagsmunum ríkjanna að þau vilja styðja eitthvað sem að raunverulega enda peningarnir einhver leyti í ríkinu sem að gefa innan gæslupa. Já, það getur verið access and influence til dæmis, eins og oft talað að þú ert að setja einhverja bitlinga inn í einhverja þróunaraðstoð með það fyrir sjónarmiði að komast nær þeim stjórnvöldum geta haft áhrif á alls konar geopolítíska þætti. En vandamáli þetta fyrirhyggjuleysi í norðrinu það að þegar við hættum að reyna að lyfta þessum ríkjum upp, hvað heldur að gerist? Ég meina það bara aukast styrjaldir, það aukast og þá aukast flóttamenn til Evrópu. Ég meina þetta náttúrulega svo fyrirsjánlegt. En það ekki bara þessi aðstoð, vegna þessi mannúðaraðstoð, hún getur líka búið til ákveðnar aðstæður þar sem að löndin verða hreinlega háð þessari mannúðaraðstoð í staðinn fyrir að lyfta þeim upp úr fátækt. Þannig að oft þurfa þau bara miklu frekar innviðarfjárfestingar eða til dæmis eins og þetta hvernig við markaðarnir og aðgengi Afríku að mörkuðum í Evrópu nánast engin. Við erum bara ennþá að hrifsa allt hráefnið út úr Afríku. Það engin fullvunnin vara og þetta vandamáli. Þess að hún kemst ekki yfir tollamórana. Akkurat, og svo alls ekki nóg að því að það sé verið bara að gefa eftir skuldir. Það eru mörg af þessum ríkjum eru algjörlega skuldum vafin og ekki séns á því að fara að byggja sig upp sjálf. Og svo kemur ofanálag þessi loftslags váin. Og ég hef séð í Austur-Afríku bara hræðilega áhrif þess og ég sé bara ekki peningana koma inn af öllum þessum fögru loforðum. Ég sé þá ekki, ég hef sérstaklega verið að horfa á þetta. Peningarnir eru ekki að koma inn í þeim fjárfestingum sem þarf. Þannig að einhvers staðar pottur, hér þarf að laga eitthvað vegna þess að ef við, okkur ber bara hreinlega skylda að styðja við þessi ríki. En okkar fókus, hann bara á stríð og hann á Úkraínu og við erum algjörlega búin að missa sjónar því sem í rauninni framtíðar váin gagvart okkur, þá ég að tala það að geta ekki hjálpa þeim að lyfta þeim úr fátækt og það verður bara ennþá meiri sundrung í heiminum. Þetta heimur það sem að hver hugsar sjálfan sig. Það var einhver hugsjón inn í Sameinuðu þjóðunum að það geti verið vettvangur til þess að betur stæðu ríkin mundu hætta að misnota önnur ríki eða jafnvel styðja þau eitthvað fleira. En það kerfi var líka notað þannig að hver hugsaði sjálfan sig og kannski þetta kerfi sem þannig að það þótt að hafi haft einhver hugsjón að þá kannski í raun var það meingallað og þannig að jafnvel þú sem unnið að nátt í erfiðleikum með að verja það og þá kemur að því að einhverju segja þetta bara gagnslaust og bara sláum þetta af því að viðkomandi metur það að hann eða hans ríki, eins og Bandaríkin, hafi engan hag af þessu kerfi. Já. Það bara, okkar hagur væri svo að þetta myndi bara hverfa og brotna og það getur vel verið að stríðið í Darfur breiðist út og þarna verið þjóðamorð og svona, en það bara ekki stærsta málið í okkar Akkurat, sem fyrirhyggjuleysi. Sem að þér finnst vera röng stefna. En þá get ég snúið spurningunni við. Hvernig gat það verið að þú og margt fólk sem hefur líka hugmyndir og þú að heimurinn eigi að vera að stefna því að verða betri og öruggari og betri fyrir alla. Af hverju tókst því fólki ekki að byggja upp eða þróa þetta kerfi með betri hætti þannig að af hverju var það svona mikið misnotað og af hverju stendur allt inn að þú ert að fara að verja eitthvað og við getum flutt þessa umræðu inn í Bandaríkin og inn í ýmis ríki Evrópu þar sem að þeir sem eru að verja samfélögin gegn hugmyndum að einhvern veginn að brjóta niður velferðarkerfin í þeim og brjóta niður svona húmaníska taugar, brjóta niður réttindi almennings og fleira, að þeir sem eru að verja kerfið eru kannski að verja kerfið sem að var ekkert gott í því að verja. En það kemur aftur af því að það var ekkert annað. Nei, en það var ekkert annað, Þannig að þú vinnur bara með það sem þú hefur og gerir þitt besta.
En máli það að við erum alltaf að keppa við interests, við erum alltaf að keppa við stórveldin. Við erum alltaf að keppa við, ég vann mjög lengi í Miðausturlöndum og það sem að gerast í Miðausturlöndum afleiðing á ákveðnu utanríkisstefnu Vesturlanda líka. Hvort sem þú vilt fara aftur til Balfour eða bara Íraksstríðsins. Þannig að við sem erum hérna í þróunaraðstoðinni og ég tala nú ekki mannúðaraðstoðina, það náttúrulega óréttlæti í því að á meðan að það eru sem sagt proxy stríð í gangi, að þá ætlist með aðildarríki Sameinuðu þjóðanna til þess að mannúðaraðstofan sé einhvern veginn að setja plástur á lestarslysið sem að síðan partur af þeim er hluti af þessu stríði og keyrir það áfram og þá eru það hergagnaframleiðendur og þannig að þeim, þú veist, þetta ljótur heimur og upplifun. Ég held að margt af okkur sem höfum verið á þessum stöðum erum bara öll traumatist, skilur. Við erum búin að horfa upp á óréttlætið áratugum saman og þannig að þú veist, það alveg sama hvað maður reynir. Stundum eitthvað svona sem maður stoltur af og eitthvað sem hefur gengið. En auðvitað vitum við öll að við erum að berjast gegn svona rosalegum sérhagsmunum. Og það sem fer mest í taugarnar á mér það að, eins og segja, að það þessi tvískinnungur í kringum samtalið. Tvískinnungurinn þannig að þú ég hef kannski nefnt þetta áður hjá þér, en þessi upplifun mín að sitja við borð þar sem að kannski einhver ákveðin Vesturlönd fara að tala við einhvern Afríkuherran það hvað þessi mikil spilling í hans landi og að setja sig svona á svakalega háan hest gagnvart þessum löndum sem voru, þetta voru nýlenduríki og eru ennþá hálfgerð nýlenduríki. Og að setja sig svona á þennan háhest með það eins og við séum með þessi gildi, skilurðu. Þetta löngulegin tíð og gríman löngu fallin. Eða ekkit löngu fallin, fyrirgjöðu. Það má eiginlega segja. Það nefnilega málið. Og núna þess vegna breytingi sérstaklega eftir, þú nefndir þjóðarmorð, sérstaklega eftir hvernig var tekið ólíkt á Úkraínustríðinu og síðan Palestínu, að það situr rosalega, ég meina, þegar þú sérð samtalið innan Sameinuðu þjóðanna og hvernig þið kosið allsherjarþinginu, þá meirihluti heims, hann er með Palestínu. Það alveg klárt mál. En sjokkið hversu gríman fallin á Vesturlöndum. Gagnvart þessu, að allt í einu skipta þessi alþjóðalög okkur engu máli í rauninni vegna þess að alþjóðalögin og alþjóða sakamáladómstóllinn, hann bara fyrir fólkið í Afríku. Hann bara fyrir, þú veist, fóseta Filipsey. Eins og oft eru með elítur að lögin eru sett til þess að halda ykkur niðri, en gilda ekki okkur. Þannig að það eru engin lög lengur og við sem höfum talað þessi lög og trúa því að við byggjum í einhvers konar kerfi þar sem eru einhverjar reglur, það ekki svo. Það bara búið. Nú það bara sá sterkir ræður, við vitum það öll og hinir virðast beygja sig undir það. Og þá ég sérstaklega að vísa í Vesturlönd sem hafa ekki haft dug í sér að gagnrýna Ísrael eða setja á til dæmis viðskiptabann á Ísrael og þora ekki að segja nokkuð skapaðan hlut. Og þá erum við sjálf að eyðileggja okkar eigin kerfi og við eigum eftir að borga fyrir það vegna þess að smáríkin eru þau sem að reiða sig á þessi kerfi. Við reiðum okkur á að það sé ekki bara anarki. En ég vola hrædd það að í anarkínu þá það bara sá sterkir sem ræður. Þú veit, hljóma svolítið eins og Styrmi Gunnarsson. Það fræg tilvitun eftir hann. Ég búin að fylgjast með þessu þjóðfélagi í 50 ár. Þetta ógeðslegt þjóðfélag. Þetta allt ógeðslegt. Það eru engin prinsip, það eru engar hugsunir, það ekki neitt. Það bara tækifærismennska valdabaráttu. Algjörlega. Og ég held að þannig líði okkur mörgum sem erum búin að vera mjög lengi í þessum heimi. En alltaf... Já, ég ætla að spyrja með einu en ég meina þetta þín upplifun og sömuleit þetta lýsing á ástandi sem en samt heyri ég að þú telur að ef þetta verður móla niður að þá komi miklu verra, kannski svipað varst að lýsa með friðargæsluliðana að þó að þeir kannski ná ekki að bæta ástandið þá ná þeir að halda einhvern veginn í horfinu en ef þeir fara að þá getum við bara sunka niður í einhvern hrylling. Já. Og erum við þar að ef þetta alþjóðakerfi sem kannski funkar ekki
en kannski tefur einhver mál og algjörlega gagnslaust á þessu leyti og svona, að ef við missum það, að þá getum við lent í einhverju hryllilu. Sko, heimurinn, þetta eru svo stórar filosófiska spurningar náttúrulega, maður svona, en bara ég reyna alltaf að tala um þetta svona út frá eigin reynslu, en sko, bara að upplifa til dæmis átökin í Afríku, eða verða vitni af því, hvað sem það einmitt í Líbíu, þar sem ég hef líka verið, eða í Sómalíu, Suður-Súdan svo framvegis, að sko, og Kongó. Þú hefur verið sjónarvitni af því hvað gerist þegar svona kerfi bresta. Já. Kerfi bresta og ástandi verður hryllilegt. Akkurat, og líka sko síðan að átta sig á því að það alltaf gott að setja svona pólitíska eða konfliktlens á þetta, að átta sig á því hver það sem benefitar af því að ástandið varir og svona. Og það er náttúrulega fullt af mönnum og konum sem græða á því þegar það eru stríð, og til dæmis ef þú horfir á Kongó, hverjir græða á því að Kongó hefur ekki fullt, sem sagt með átök við uppreisnarseggi eða hérna í sem sagt austurhlutalandsins, hverjir græða á þessu. Ef að Kongó væri friðsælt land og hefðu bara fullt forræði yfir sínum auðlindum, og nú skuli taka fram að þessar auðlindir sem við erum að tala eru mjög fágætir málmar sem eru í símónum okkar og eru mjög mikilvægir fyrir tækni. Kongó gæti í raunum nánast ráði markaðsverði á þessum málmum. Þannig að það þarf alltaf að spyrja sig í hverjum einustu styrjöld sem við vitnað. Þú veist, hvað að gerast í Sómalíu? Af hverju? Hver að græða á þessu? Og það það sem vandamálið. Að við erum nefnilega í heimi þar sem að maður upplifir svolítið það að fyrirtækin, corporations, eru orðin svo rosalega valdamikil að þau hafa miklu meira vald heldur en til dæmis eitthvað smáríki í Afríku. Þannig að við getum, svo eru við hérna að koma inn og reyna að byggja upp við erum að reyna að byggja upp hið opinbera kerfi. Ég hef verið rosalega mikið í því að reyna að hjálpa stjórnvöldum í þessum löndum að byggja upp hið opinbera kerfi. Hvað sem það hefur verið í kringum lögreglu, hvað sem hefur verið í dómsvaldið, þingið þeirra. Ég er búin að vera á mörgum af þessum sviðum í ólíkum ráðuneytum. Og svo ertu að reyna að byggja þetta upp. Vandamáli að það vill enginn setja pening í þetta. Þú veist, og grundvöllur þess að ríki... Það græðir enginn á þessu. Það græðir enginn á þessu, og grundvöllur þess að ríki geti fungerað að ef þeir eru með opinbera starfsemi, með þekkingu, og þetta langtíma verkefni. Þú þarft að setja í þetta verkefni og þú þarft að skuldbilda í 20 ár. Þú þarft að sjá til þess að það sé einhver hópur af fólki sem fari gegnum eitthvað nám, sem útskrifist, sem getur síðan verið í einhverju, en þetta ekki sexy, skilurðu. Það miklu skemmtilegra að setja einhvern pening í einhvern, þú veist, viðhalda ég sé ekki að viðhalda, en svona mannúðaraðstoð, þess að þú getur tekið mynd af börnum, eða þú ert að grafa einhvern brunn, og þetta svolítið viðlóðandi. Þannig að, þú veist, við erum ekkert að byggja alltaf upp þessi ríki, og ég hef sérstaklega upplifað þetta í Sómalíu nýverið, þar sem ég nýverið var að hætta, það að á meðan að ég satt þarna argandi og gargandi það að það þýddi ekki að vera að dæla vopnum og búnaði inn í einhvern her og lögreglu án þess að það væri stjórnsýsla sem gæti hreinlega séðum og verið með dreigið á til ábyrga og ábyrðar. Að það væri demokratist eitthvað svona nei, það bara dælt í þessa her og lögreglu og þetta sama á Haítí, þetta allstaðar sami pakkin. En ekki þannig að framlögin koma inn að ofan og það teknar ákvarðanir að dæla þessu í her og lögreglu, þar fá einhverju einkafyrirtæki peninga af því að æfa liðið og svo önnur vopnir að keypta öðru. Þannig að þetta eiginlega bara peningar sem eru til þess að fóðra öflug stór fyrirtæki. Já, og svo þar einhver ákvæðin það að ef ég gefir þessa milljónir inn í þetta, þá komsbúnaðurinn, hann verður að vera frá þessu fyrirtæki. Það oft þannig, en þess vegna bara svo ömurlegt að horfa upp á þetta, hvar oft áherslurnar eru rangar og bara leika, landið sjálft, þú veist, þarf að taka við þeim peningum sem þeim gefið og það oft, við og þú svostu kannski með, þú veist, ólík ríki með ólíkar áherslur
Og þannig að þú ert í rauninni ekki að sko reyna að hjálpa þessu ríki með einhvað langtíma plan, heldur verður þetta eitthvað svona ad hoc og svo núna eins og við sjáum, svo bara þetta kippa þessu burtu. Svo kannski breytist einhver desk officer skiluru í Belgíu eða einhver staðar og hann hefur bara einhver aðrar hugmyndir og þá ákveður hann bara að loka þessu verkefni eða hjá Alþjóðabankanum. Þú veist, þannig að þessi ríki eigi ekkert séns með þennan strúktúr sem í rauninni, sko þegar ég tala alla þessar, allt kerfið eins og leggur sig, þessi ríki eigi ekki séns og auðvitað eru margir sem eru búin að benda á þetta en við erum svolítið föst. Þannig að ég vil meina, af því ég ætla ekki að vera algjörlega svarsýn, ég vil meina að kannski erum við bara að fara í gegnum eitthvað bara transition period og kannski hægt að einhverja aðra samræður þar sem að við erum með fleiri sem taka þátt í uppbyggingu þessar ríkja heldur en bara það að sko í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum Afríka bara nánast ekki við borðið sko. Mikilvægar ákvarðanir sem teknar Afríku þú veist, þeir eru bara með eitthvað 10% atkvæða eða þú veist, það bara eitthvað 2 gaurar þú veist, fyrir alveg risastórt svæði það nefnilega vandamálið og þú sér náttúrulega öryggisráðið þú veist, það ekki Afríka ekki... Nei, ég ætlaði að spyrja þessu að því að við getum horft á þetta frá sjónarhóli Bandaríkja Trump og líklega og það svo margt ekki bara varðandi framlög til Sameinuðu þjóðanna og gagnrýni og þróunar samvinnu og þarfendugötunum sem bendi til þess að og lífin hann segir vill ekki taka þátt í alþjóðasamkomulagum loftslagsbreytingar, hann virðir ekki alþjóða glæpadómstólinn og þarfendugötunum, þannig hann bara að kippa Bandaríkjunum út úr þessu kerfi sem að mörguleiti voru byggða Bandaríkjunum, líklega með það sjónarmið að það færi Bandaríkjunum betur sem stórveldi, að eiga bara samskipti við hinn stórveldin og þau ákveði hvernig heimurinn eigi að vera og hann þurfi ekki þetta svæði sem átt að vera tryggja eitthvað svona jafnræði og eitthvað slíkt. Hann bara trúir á hinn sterka og telur að hinn sterki eigi að nota afsitt og hegða sér svolítið þannig. Hinum megin erum við kannski með suðrið og þú nefndir hann að BRICS og það svona sem að hefur náttúrulega elfst stórkostlega, ég meina Kína með að við verðlag öflugasta hagkerfi í heimi og Indland að stækka og þetta eru miklu öflugri núna suðrið heldur en var fyrir 30 árum eða 60 árum og þau hafa gagnrýnt þetta kerfi með öðrum hætti og telja það og tekið undir margt af því sem þú ert að segja að þetta sé kerfi raunverulega sem að ýtir undir misnotkun gömlu nýlenduveldana á nýlendu sínum. Þetta merki eitthvað svona að sá hluti þar sem að 80% jarðarbúa búa í söðrinu eða ekki á Vesturlöndum eitthvað merki það að þar sé viljið til þess að byggja upp eitthvað alþjóðakerfi sem að geti tekið við? Já, sko BRICS náttúrulega þú veist, þetta miklu stærra kerfi heldur en Bandaríkin. Þetta orðið, við erum með 3 kannski, við erum með Evrópu, við erum með Bandaríkin og við erum með BRICS. Og þannig að BRICS vissulega að skáka meiri efnahagslegt afl, miklu meiri auðlindir og miklu meiri hagvöxtur. Því að Bandaríkin eru náttúrulega komin á þann stað að þetta skuldugasta þjóð heims og margir vilja talja að þetta ekki bara Trump, þetta löng saga. Margir vilja talja að Bandaríkin séu bara hreinlega komin á ystu nöf í skuldastöðu sinni og hafi bara ekki hreinlega efni á því að halda áfram þessari vegferð sem alþjóðalögreglan og að þetta sé svona ákveðin desperation í amerísku samfélagi núna en sko Trump hann svolítið skitsó í þessu vegna þess að sko ég held að einhver sagði að hann bara sammála síðasta ræðumanni, skilur þú veist, það að ætla það að Trump sé með eitthvað rosalega þetta sé eitthvað svona, Elon Musk tæta allt í sundur sko, þú veist, en mér bara Trump vera pródukt af amerísku samfélagi síðastlina, þú veist, 2 áratugi frá því að nýfrjálshyggjan, þú veist, kom inn og mér finnst bara Bandaríkin sko, bara ég segi alltaf, horfum á þingið í Bandaríkjanum. Langmest af þessum þingmönnum eru keyptir. Þannig að, þú veist, og þeir hafa í fleiri ár, þú veist, það 1 trilljón bandaríkjadala sem það 1000 milljarðar bandaríkjadala sem fara í Pentagon, skilur við, í defense.
og þeir eru ekkert endilega að lækka það. Þeir eru að tæta í sundur eitthvað social security fyrir einhver ellilífeyrisþega, sko. Þú veist, þannig að og þróunarsamvinnu. Já, Sam er ekki rétt í Bretlandi að það verður að flytja peninga og þróunarsamvinnu yfir í ólíkarkarnir eru komnir við völdin og þannig að þeir eru bara að skafa undir sem meiri pening. En ég held líka bara Bandaríkin fagsúalt hafi kannski bara ekkert efnaði endilega að halda áfram að borga undir alla þessa mannúðaraðstöð, að borga undir allt þetta herbröld sem ekki þeim endilega sko, eins og að gefa þetta eitthvað. En ég sko, þannig að mér finnst Bandaríkin einhvern veginn, þú veist, þetta er bara hegemóníu sem er núna að draga sig saman og það er ljótt þegar það gerist, það er erfitt. Og núna er bara heimurinn stendur við mér, það er bara, ef þú horfum á Afríku, að það eru sko Kínverjarnir, ég held að þeir séu, ég las þetta einhvers stað nýlega, þar sem þeir eru bara viðrifnir held ég 75% uppbyggingu á höfnum í Afríku. Þetta er bara einhverju svona sjúklega tölur sko. Og hagvöxturinn sem á eftir að gerast, hann er ekki í Evrópu eða Bandaríkjunum. Hagvöxturinn er náttúrulega í löndunum í suðri. Og allra síst í Evrópu. Allra síst í Evrópu. Þannig að jú, þetta eru örar breytingar og það er ýmislegt jákvætt við þessar breytingar að vera að fara yfir í meiri fjölpólaheim heldur en þetta unipólarheim sko. En ég bara Bandaríkin eru, já, þetta er, mér finnst ágætt ef að Bandaríkin verði ekki áfram svona rosalega ráðandi afl í okkar alþjóðastofnunum vegna þess að það er kannski partur af vandamálinn hvað Bandaríkin hafa einmitt eiginlega nánast rekið alþjóðakerfið. Við þurfum fleiri raddir að inn. Við þurfum miklu meiri þáttöku úr suðrinu til þess að taka þessar ákvarðanir. Þetta er búið að vera allt og mikið eins og ég sagt sko top down ákvarðanir teknir af örfáum ríkjum heims og svo bara restin einhvern veginn bara verður að sætta sig við þar ákvarðanir. Sko. Það getur verið erfitt fyrir suðrið að ná tökum á þessu kerfi vegna þess að það er sumuliti varið fyrir því. Það er hagsmuni Bandaríkjanna og stórveldana og meiri segja gamallana nýlitu velda í Evrópu eru varin inn í þessu kerfi. Sérstaklega með sko, einmitt eins og ég talaði viðskipt og verslun sko. Þú veist, það er passað upp á það að það sé ekki allir markaður opinn og það er gert með alls konar, þú veist, bananin má ekki vera, þú veist, bananar með ekki vera nema svona eða það er ákveðin gæða eftirlit og allt kemur þetta í veg fyrir að það sé að Afríka geti flutt inn, þú veist, það er alls konar svona. Kerfið hefur verið notað til þess að gæta hagsmuna vestrænna stórfyrirtækja. Það er nefnilega máli, en Afríka, ef við horfum á Afríku, sko, það er náttúrulega, þetta er alveg rosalega rík álfa af málmum og allskyns auðlindum. Þetta er rosalega ung, lang flesta þessu er bara ungt fólk í Afríku, gríðarlega vöxtur, en engu að síður að þá stöndum við samt fram fyrir því að það eru ákveðin uppgjör held ég sem er að eiga sér stað vegna þess að þetta er náttúrulega öll þessi lönd, allar þessar öll landamærin eru bara skrifuð, þú veist, í flýti sumt að þessu í lok stríðs og þegar þær fengu sjálfstæði og mér finnst einhvern veginn, ok, nú er uppgjörið í Afríku. Við vorum í Evrópu með 100 ára stríð og landamæri færðust á, þú veist, í Alsas, þetta er búið að vera Þýskaland og Frakland, ég veit ekki hvað orð. Sko, Afríka hefur bara einhvern veginn ekki, sko, það er ákveðin uppgjör sem eiga sér stað vegna þess að Vesturlöndin eru líka bara búin að vera fjárfesta í alls konar dúbíu skæm í Afríku sem að hentaði þeim og þannig að það er ákveðið uppgjör sem á sér stað og það, maður bara vonar einhvern veginn að það verði meiri lýðræðisvakning í Afríku vegna þess að ástandið til dæmis í Sahel og víða á þessum og í Austur Afríku er skelfileg. Ég meina þetta eru átök sem að sér ekki fyrir endan á og hvað gerist? Það er aftur þetta, hvað gerist þetta fólk, það leggur land undir fót því það sér ekki annars kosta völ en að koma til Evrópu. Og okkar innviðir er að hrynja vegna þess að við viljum ekki skatta ríkt fólk, það bara má ekki skatta ríkt fólk. En það sem líka verið að gerast er það að það er ákveðin, ég held að það sé líka sko Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn með sína nýja frjálshyggju, það er sko þetta að alltaf að vera að sko þegar koma inn í ákveðin ríki í Afríku til dæmis, það er fyrsta sem er sagt sko, já, þú eru að draga saman í ríkisrekstri til þess að koma sko skuldun, það er aldrei talað nei, nú bara skuldar eftirgjöf, nú það bara að dæla hér peningum til þess að hjálpa, nei, það er alltaf að byrja á því að tala það er bara að draga saman ríkisrekstur, þetta austerity. Austerity drepur allt vegna þessi lönd, ef þú setur ekki peninga í bara menntakerfið og heilbrigðiskerfið
og byggir upp innvegi, þá á þetta land ekki séns. Það er líka bara saga allra landa að það var gert með opinberum aðgerðum í Bandaríkjunum, í Kóru, í Japan, í Evrópu eftir stríð. Það hefur alltaf verið leið ríkja til þess að lyfta sér upp. Akkurat. Það var verið bara skýr atvinnustefna ríkisins og fjárfestingarstefna sem hefur byggt upp samfélögin. Já. En þessi samfélag sem hafa ekki grunninnviðina, við erum í Evrópu þar sem við horfum á þau grotna út af þessari stefnu, en í löndum þar sem að innviðinir ekki eins og til að þá það náttúrulega veldur því að þau get ekki risið upp. Það er bara málið. Og þess vegna er þetta svo grátlegt. Þetta er þröngvað upp á þau af alþjóðastofnunum. Það er bara málið. Og sérstaklega hefur þetta bara sárt að horfa upp á þetta vegna þess að einmitt þetta óréttlætið er þannig sko. Haítí er alveg ótrúlegt case vegna þess að Haítí þurfti að borga Frakklandi tilbaka fleiri milljarða. Vegna þess að þeir þurfti að borga tilbaka af því að þræla eigendurnir þeir eru að fá peningana tilbaka því þegar Haítí fekk sjálfstæði. Þetta er svo galið. Síðasta borgun var bara eitthvað 1950 eitthvað 40, þannig að þessi lönd og eins og ég segi sem að við erum ég veit ekki hvernig að við reynum að horfa eins dálítið lengra fram í tíman, einhver svona 100 ár fram í tíman, af því að ekkert varir eilíf. Þess vegna finnst mér svo interessant að sjá fólk þegar Trump fyrir að tala um að ráðast inn í Grænland og þú veist að það er bara NATO er mögulega verið ekki til og maður svona bara, þetta kerfi ennú bara 60 ára gamalt sko. Við látum eins og þetta hafi bara verið bara að eilífu. Það er ekki að verða engin landamæri að eilífu. Við getum fundið okkur á einhverjum tímapunkti í einhverju United Nordic landi skiluru. Ísland verður ekkert sjálfstætt ríki það sem eftir þangað til jörðin bara hreinlega, þú veist, Svo getur líka veltið fyrir okkur hvort að Ísland sé sjálfstætt ríki með við hvernig Trump talar um Grænland, hvort hann líti ekki bara sömu augum á Ísland. Hann telli þetta að vera hlut á sínu áhrifasvæði með hennan varnarsamning frá 1951. Já, en ef það verður þannig að ef að Íslendingar hegða sér ekki varnarmálum eins og hentar Bandaríkjunum þá munum við bara taka þetta. Er það neitt varðandi að það er möguleiki að Trump og margir í Bandaríkjunum líti svo á að þessi tími alþjóðakerfisins er liðinn, Bandaríkjun verði að nýta styrk sinn sem í stórveldi í fjölpóla heimi, það sé öðruvísi staða heldur en í einpóla heimi, þar sem að hugmyndin var svo að Bandaríkjun myndu svona stýra heiminum í því að verða eins og Bandaríkjun sjálf, sem að var svona réttlæti ekki fyrir alls konar hernaði og líka þróunarsamvinnu og fleiri verkefnum. Að Bandaríkjun draga að sér höndunum önnur suðrið að rísa upp, miklu meira afl núna og er líklega að íhuga hvernig eigi að móta nýtt kerfi. Man heyrir svona jáfnvel á þér að ef við viljum að nýja kerfið verði með réttlæti að þá sé líklega að það verði til í suðrinu heldur en á Vesturlöndum. En Evrópa, gamla Evrópa er þarna einhvers staðar á milli og stundum við tala hana sem pólitíska heild með sameiginlega hagsmuni en það er það ekki. Hún er mjög háð þessu alþjóðlega kerfi, svona staða hennar í heiminum hefur verið sterk meðal annars út af þessu kerfi í skjóli Bandaríkjanna og Bandaríkjamenn hafa svona haft Evrópu með sér í uppbygginguna á þessu vegna þess að töldu sig hafa hagað því að hafa bandamenn og hafa fleiri atkvæði í Sameinuðu þjóðunum og fleira, svo dregur Bandaríkjanna að sér höndunum. Evrópa hefur ekkert afl til þess að halda þessu kerfi gangandi. Ekki séns. Hvað verður gömlu Evrópu eiginlega? Nei, þetta er nefnilega það sem ég hef verið að horfa upp á áhrif Evrópu bara í Afríku dvína mjög mikið sko. Á einhverjum tímapunkti voru það yfirleitt Bretarnir og Evrópusambandið sem voru svona stóru, þeir sem voru mikið hlusta og höfðu mikið lítök við það en sko eftir því sem að framlag þeirra hefur dregist saman því náttúrulega bara minnkar þeirra áhrif, en það er ekki bara þannig, þetta er líka sko eins og til dæmis áhrif Frakklands í gömlu nýlöndunum, það hefur verið mjög brútalt sko, þannig að Afríkuríkin horfa miklu meira til BRICS, til Kína alveg sérstaklega og ég held líka það, þú veist, það er ákveðið atmó sko í Afríku, þau verði náttúrulega bara líka svolítið að standa sjálf í einn lappir og það er svona alls konar vandamálið að Afríka var strúkturur þannig að þetta snýst allt að draga hráefnið út úr Afríku.
Þannig að viðskipti og verslun á milli Afríkuríkja mjög lítil. Því að þetta snýst allt að ná í hráefnið út. Og þetta eitthvað sem að Afríka verður og mikið að skoða einmitt, að fara að byggja upp einhvern infrastruktúr sín á milli. Afríkubandalagið, já. Og þannig að það margt sem að getur gerst sem jákvætt í Afríku ef að við hættum okkar í hlutunum í gegnum okkar hergagnariðnaði, ég er Royal We norðrið, ef að við leifum þessu að blómstra, vegna þess að, eins og ég segi, það er svo mikill iðnaður við vopnasölu og vopnasmygl í Afríku í dag. Þannig að við verðum alltaf follow the money, verðum við að svona horfa í og líka bara horfa í hvað er raunverulega proxystríð, af hverju proxystríð og hver það sem hagnast að þessu proxystríði út af til dæmis kóbaltnámanum í Kongó. Ok, ég bara að tala hérna vandamálin, lausnin. Það erfitt að finna hana. Þess vegna nefndi ég kannski Evrópu og Evrópa svolítið ekki bara út af þessum málum, heldur líka bara út af öryggismálum, þar sem að þú nefndir að kannski bara NATO að líða undir loka, það geta verið að hverfið eitthvað en það verður umlega ekki það sama það var og ég meina Trump búin að marglýsa því yfir, hann ætla ekki að verja lönd sem ekki borga í pottin sem að stór hluta honum á að renna til hergagnkaupa frá Bandaríkjunum og ég meina það kannski var NATO alltaf þannig en ég meina þetta svolítið afhjúpun á því að þetta eiginlega svona hálfgerð fjárkúgunar bandalag sko. En ekki NATO bara til þess að verja okkur gegn Rússunum, það ekki aðalmálið? Er það ekki það sem okkur selt að sko, ef að Rússarnir NATO þarf ekki að vera til ef Rússarnir ekki séð sem einhver vá, ekki satt? Það einhver gamalt frasi að NATO sé til þess að halda Rússunum úti, Bandaríkjunum inn í Evrópu og þjóðurinn niðri. En núna Rússarnir á leiðin í Evrópu, Bandaríkjamenn á leiðin út og þjóðverjar að herfaðast. Þannig að þetta ágætis lýsing af því að alveg sama hvort að NATO verið til að þá það búið að umbreytast. Já, akkurat. Nú mættum við ætla að Evrópa þyrfti bara mjög hratt að endurskoða öryggis hagsmuni sína og sumleiti veit ég hvort það sé endurskoðun en það bara fara allir í því að bara svara Trump-bila með því að auka mjög hervæðingu. En það til líka að endurskoða svolítið stöðu sinni í heiminum og það ekkert víst að þessi hagsmuni Evrópu að fylgja mögulega Bandaríkjunum í eitthvað tollastríð gagnvart Kína, það getur bara skadað mjög efnahag Evrópu eftir að hafa misst orkuna frá Rússlandi, að missa síðan viðskipti við Kína og þannig að Evrópa getur lent bara í stórkostlega vanda í þessum breytta heimi. Ég hef svolítið mikið verið að spá í sko hverju að því nú verið að tala mikið það að við þurfum, ég meina það nú flestir ekkert endilega á því að við þurfum einhvern her, það verið að tala betra eftirlit, það verið að tala að efla sem sagt landhelgisgæslu og eftirlit, það verið að tala að við þurfum betri analýsingu, ég algjörlega á því að við höfum sofið á verðinum sko. Við Íslendingar. En ég pirra mig rosalega á því þegar við förum að tala það í samhengi við eitt stríð sem að í rauninni þarf að ljúka. Og það besta sem gerist það að ljúka þessu stríði með einhverja langtíma lausn vegna þess að það að ætla að mynda á alla okkar öryggistefnu á þessu stríði sem í Úkraínu það og hervæðast, ég ekki að tala að því ég sé suma vilja sjá eitthvað svona hervæðingu en mér sýnist nú vera svona ákveðið sensible svona, þú veist, það það sem maður að sjá út frá ríkisstjórninni, það ekkert endilega verið að tala að vígvæðast sko, en ég bara skil ekki sko, það hlýtur að vera númer 1, 2 og 3 að ljúka þessu stríði og að diplomasían komi þarna inn til þess að það náist einhver samstæðu endaloka þessu stríði. Við hljótum öll að vera saman í það. Ef það gerist, erum við þá að byggja allar okkar öryggisstefnu á því að verjast Rússum? Það í alvörunni þá, þurfum við þá að vera að kaupa allt þetta dótari til þess að því fyrir mér þetta bara svona, ég horfi á það að einhvern tíman fyrir síðasta ári, það komst enginn inn á bankan sinn í nokkra klukkutíma því að Microsoft eitthvað klikkaði. Þú veist, við erum að tala það að nú allt að verða drifið af að gervigreind. Allt okkar líf í símanum, allt okkar líf í einhverju neti, þú veist, á einhverju kláti
Og þannig að þegar við förum að tala öryggi, ég miklu meira á því að við þurfum að vera mynd að tala öryggi í sambandi við, þú veist, erum við sjálfstæð með okkar eigin, hvað gerist ef að lokast á útlönd? Hvað gerist ef að við erum hökkuð? Hvað gerist ef að, þú veist, það er þessi, bara upp á, vörur til Íslands, upp á fæðuöryggi, þú veist, mér finnst við þurfum að skoða þetta í miklu breiðara samhengi vegna þess að þessi, ég er ekkert að draga úr því þessu hræðilegri árás Rússa á Úkraínu. En við hljótum að vera bara með það markmið nummer 1, 2 og 3 að þessu stríði verða ljúka vegna þess að stóru verkefnin eru þarna úti og við erum ekki að horfa á þau. Og öll okkar sérstaklega eftir að Bandaríkin er nú búin að snúa sig við og eru farin að hóta þarna innrásin í Grænland, að þá einmitt, þú veist, þetta er mjög óþægileg staða fyrir okkur, að því við erum algjörlega undir verndarvæng á þessu ríki og ég hef náttúrulega séð það Kristrún segja, já, við megum ekki, og fleiri hafa sagt, þú veist, við megum ekki hlaupa upp til hand og fót og panika, sko. Trump er hann í x mikinn tíma, þetta er fólk sem við höfum, eða sérst fyrirgefur land sem við höfum átt í farsælu samstarfi við. En við þurfum bara samt að vera svolítið, mér finnst við verða að fara miklu nær Norðurlöndunum, ef við erum að tala líkt þenkjandi ríki, við þurfum að fara og víðar, sko, Norður-Evrópu, hvað sem það er, þú veist, Belgía eða, við þurfum að fara, að því að aftur kem ég að þessu, heimurinn hann er algjörlega molnað niður eins og við þekkjum hann, það er að segja reglurnar, og ef að við smáríkin í norðrinu, stöndum ekki saman og erum ekki með skýra stefnu og þá minn ég í langtíma stefnu, ekki, þú veist, þetta 4 ára kosningadæmi heldur skýra stefnu það að það er helsta váin í heiminum samþjöppun auðarins sem að gera út af við okkur. Men, þú veist, það eru stórfyrirtækin, það er að sjá, Bandaríkjunum klárlega, þú veist, það eru örfáir sem eiga orði meira en helmingurinn af heiminum. Þetta er vá, þetta er öryggisvá. En við lifum í samfélagi sem að trúir því að það að hemja auðsöfnun ríku sé eiginlega bara brot. Já, má náttúrulega ekki skatta fólk, sko. Að það eyðileggi ríki. Já. Það er það sem er gegnum gangandi mantra sem gengur. Að það að skattleggja hinn ríku muni draga mátt úr samfélagunum og eyðileggja þau. Já. En þú ert að segja að það sé þveröfugt, það sé auðsöfnun hinn að fáu. Sem að eyðileggi. Það er það sem við horfum upp á vegna þess að þetta eru stórfyrirtæki og áhrif sem eru miklu sterkari heldur en okkurt ríki hérna í Afríku, sko, og að ætla að standa upp í gegn þeim er bara nánast bara ótækt vegna þess að ég líka frá Sierra Leone, það sem ég hef verið, þar voru til dæmis, sko, það sem gerist er það að fyrirtækin fara inn, gera samning við lokal stjórnvöld og það að fá einhvern strax að geta grafið í einhver ár, þú veist, og hafa þá aðgengi að námunum fyrir slik. Pólitíkusarnir fá einhvern pening fyrir, eitthvað smottir í, lítið að þessu fyrir til fólksins, yfirleitt ekki neitt. Svona er þetta rekið. Og þetta er eitthvað sem að, sko, þess vegna þegar við tölum þjóðnýtingu, ég er ekki hissa ef við myndum fara að sjá í auknum mæli þjóðnýtingu í Afríku á mörgum af þessum námum og þannig að skilyrðin okkar munu líka breytast í Evrópu varandi bara þetta eins og ég segi þegar hlutinni fara að verða dýrarit en þetta Við þurfum ekki að fara langt í söguna Helen til að sjá að þegar það eru hugmyndur þjóðnýtingu eins og í Íran var ekki 54 eða 56 að þá er bara valdarán Ásteypu mastóli Já, akkurat Þannig hefur sagan verið Já En hvort að CIA hafi burðina til þess að halda þessu áfram núna, ég veit það ekki, en þetta er staðreynd og líka eitt sko, núna við erum öll með síman okkar, við erum með aðgengi í allar upplýsingar. Já, það er nú svolítið skammtaður til okkar. Já, sko, það fyrir eftir í hver þú leitar, náttúrulega, en ég vil meina það að ef þú hefur áhuga á því, þá getur þú fundið upplýsingar. Jú, ef þú horfir bara RÚV þá náttúrulega er heimsmyndi náttúrulega kannski... Ef þú horfir bara streymið sem kemur inn á samfélagsmiðlunum, það er ekki kannski gott, en með því að leita uppi að þá getur þú fundið það. Og margt af þessum sko, kenningum fyrir einhverjum árum síðan sem að fólk var bara úthýst, sko, er bara í dag staðrendir, þú veist, og fólk bara, já, þú veist, þarna er auðurinn, það er þessi sem stjórnar þessu, svona gengur þetta fyrir sig. Við vitum alveg hvernig heimurinn gengur fyrir sig. Við bara veitum ekki hvernig við erum að breyta honum og ég held að líka, ef við byrjum bara, ég vil meina, við verum að byrja lokal og ef við Íslendingar getum ekki gert þetta heima fyrir,
þá náttúrulega mjög erfitt fyrir okkur að fara út á alþjóða vettvang og ætla að tala fyrir einhverjum umbótum og efnaðslegu réttlæti og mannréttindi ef við erum ekki sjálf að vinna að því. Þannig ég myndi segja hérna á Íslandi, og ég hef sagt þetta áður, núna þetta sama gerast á Íslandi. Við erum náttúrulega búin að vera með ríkisstjórnir hér sem að hafa bara unnið í þágu sérhagsmuna og síðan ertu núna með tækifæri þar sem einhver vilji til þess að reyna að breyta einhverju. Ég vola hrædd að ef að það verður ekki dregið úr þessum vaxandi ójöfnuði bara á Íslandi sem gríðarlegur, að þá stöndum við frammi fyrir því að hægri öfgaflokkar muni komast hér að alveg eins og að gera í Evrópu. Við verðum að byrja heima fyrir. Við verðum bara að horfa á efnahagslegt óréttlæti, valdið sem fyrirtækin hafa, áhrif fyrirtækja á ákvörðunartöku í stjórnmálum. Þetta byrjar heima fyrir. En ég bara segja að heimurinn stendur frammi fyrir því að við erum ekki, lýðræði á undanhaldi. Lýðræði bara á Vesturlöndum bara á undanhaldi. Vegna þess að fyrirtækin eru orðin alltof þau greiða nú fyrir að fyrst ekki einu svona skatta, mjög víða. En já, það kannski... Helena, þú hefur að fylgjast með og starfa víðar heldur en flestir og verið á svæðum þar sem eru svona átakarsvæði og margt getur gerst á skömmum tíma. Það er svolítið vinsælt að vitna í Lenín þessa dagana. Það setningin hans einhvern veginn þannig það eru stundum líða áratugir þar sem eiginlega ekkert gerist en svo eru það bara nokkra vikur þar sem heilir áratugar líða. Erum við á slíkum tíma að núna svo mikil degla og breyting í heimskerfinu að það við erum að horfa á áratugi líða á nokkru vikum? Erum við þar? Já, ég held það. Ég horfa á þetta aftur út frá sjónarmiðinu að vera starfandi í Afríku. Af því að við erum ekkit, við fylgjumst ekki með, við sem erum að horfa á fréttir á Íslandi eða í Bretlandi, við erum ekkit að fylgjast með því sem að gerast þarna í suðrinu, En það eru gríðarlegar breytingar sem eiga sér stað. Það er líka bara tækni framfærnar eru svo klikkaðar. Það er engin tilbúin í þessa gervigreind, Það er engin tilbúin og líka þetta að störfin, það talað 400 milljónir starfa sem munum bara, hverfa í Evrópu á næstu árum. Hvar stendum við fram? Eru við tilbúin? Nei. Eru kerfin okkar tilbúin? Nei. Þannig að ég vil meina að við séum á þannig tímapunkti og við þurfum fólk sem óhrætt og við þurfum fólk sem tilbúið til þess að reyna, mér til dæmis Ísland, það sem fyrir taugarnar á mér það að við getum ekki held ég að halda áfram að operita á einhverjum 4 ára tímabili. Við verðum að vera með langtíma stefnu og við verðum einhvern veginn að sameinast þessa stefnu. Þess vegna svo mikilvægt að stjórnmálin hérna séu inclusive, að það sé þegar þú ert að ákveða einhverja stefnubreitingu, hvort sem það utanríkispólitíkin okkar eða sérstaklega í tengslum við bara hvernig ætlum við að byggja upp betra skattkerfi. Það þarf að vera miklu breiðari hópur af fólki sem að ræðir þetta og kemst að einhverju sameiginlegri niðurstöðu sem ásættanlega fyrir þjóðfélag okkar til þess að vera með langtíma bara hvernig við ætlum að bregðast við breyttum heimi. Við getum ekki verið að operata þetta eins og í gamla daga, það er bara eitthvað 4 ára kosningatímabil og svo getur við bara farið og breytt öllu. Við verðum að vera með langtíma plön. Helena, takk fyrir að koma hérna við á Rauða borðinu heimsókninni til Íslands. Mín var ánægjan. Alltaf gaman að tala við. Takk. En við höldum hérna áfram við Rauða borðið að reyna að skilja þennan heim sem alltaf að breytast og breytist hraðar. Þannig við höfum varla undan. Næsti kafli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.